Björgvin Hafþór Ríkharðsson. Númer 10, Svavar Atli Birgisson. Númer 11, Pálmi Geir Jónsson. Númer 12, Fríðar Ágústsson. Númer 13, Kristoffer Kjær. Númer 14, Helgi Rafn Vigfússon. Og númer 15 Antonio Hester. Þjálfari Ísak Martin. Og koma svo hvetjum við liðið til dagar. Koma svo frá Tindastóll. Já, góð kvöldi gott fólk. Velkomin að skjánum. Ætlum að horfa á leik ÍR og Tindastóls hér í Síkinu á Sauðárkróki. ÍR-ingar í heimsókn Breiðholtinu. Fyrrverandi lið Björgvins Hafþórs Ríkharðssonar. En hér sjáum við byrjunarlið ÍR-inga koma inn á gólfið. Það er nokkuð hefðbundi held ég. Daði Berg, nummer 5, Matthías Orri, nummer 8, Sveinbjörn Klassi, nummer 10, Hjalti Friðriksson, nummer 12 og Quincy Higgins Cole, nummer 23. Já, Tindastól er samur på teningin. Það er hefðbundi byrjunarlið Pétur Rúnar Birgisson, Viðar Ágústsson, Kristoffer Kjær, Helgi Rafn Vigfússon og Antonio Hester. Fyrir viðureign þessar liða í Breiðholtinu var Tindastóls sigur.
Bæði þessi lið eru töluvert breytt síðan þá. Bæði búin að skipta erlenda leikmann. Og ÍR-ingar búinir að missa 2 leikmenn, annar í meiðsli og hinn til Njarðvíkur. Við erum búin að endurheimta Viðar Ágústsson. Þannig að þetta er allt breytt. En hér er allt í reiðu. Sigmundur Már Herbertsson, aðaldómari hér í kvöld. Klár með boltann, honum til aðstoðar Eggert Þór Aðalsteinsson og Þorkell Már Einarsson. Það er ÍR bolti hér í byrjun, Matthías Orri. Sveinbjörn. Föst vörnunni Hester til að byrja með. Matthías, hann er drifkrafturinn í þessu liði. Geggjaður leikmaður. Daði Berg fer á Helga Rafn, óheppinn að klúðra leiðupinn hana. Frábær vörn í Helga, góð hjálp. Pétur. Kjærd með Sveinbjörn einn hinn á kantinum. Þeir fara beint inn á Hester. Hann er miklu sterkari en Hjalti og fær villuna. Hárið! Tindastólsmenn hafa verið að hafa átt síðustu 3 hálfleika hafa verið ansi slæmir, það er að segja seinni hálfleikurinn á móti KR og allur leikurinn á móti Þór var sett skelfilegur. Hestur setur fyrir á Vidoni og sem hefur úrskurðað það eru 2 töp á herðum okkar síðustu 2 leiki. Helgi er með sterkt frákast, hann fer upp og setur honi. Já. Helgi byrjar hérna kröftugur. Hester setur fyrir á Vidoni. Kól, Daði, Pétur til varnar. Viðar settur á Matthías. Kemur ekkert óvart þar. Matthías dræfur inn í Finnur Daðaberg. Hann er ekki besti skotmaðurinn. Hann gerir eitthvað stórhundarlegar kúnstir hana og hendir boltanum út í loftið síðan. Hester sá ekki Helga hana og kom með fína stöðin teik. Kjærd í flott skot, setur ekki honi í. Kól með framkastið. Matthías kemst ekki fram með Viðari. Hjalti, hann er fínn á blokkinni. Daði, allt gerum Daða hérna í byrjun. Frekar, ÍR-ingar vita ekki hvað er í gangi hérna til að byrja með í fyrstu mínútunar. Og Quincy dribblar í fótinn á sér. Og það er Tindastólsbolti. Pétur kemur upp með boltann. Pétur tekur boltann upp. Ég veit ekki alveg hvað þetta var á Pétri hana. Sigmundur segir að Daði hefði slegið boltann. Hlær bara að þessu. Daði hlær líka, þannig að þetta lítur á rétt. Ég veit ekki að Pétur var einhverju stórundarlegu aðgerðum hana. Og Helgi er aftur, ekkert aftur, hann gerir eitthvað stórundarlegt, hendir bara boltann út af. Það er bolti og Matti kemur upp með boltann. Viðar eltir hann eins og skugginn. Kól inn á Matta. Frábært kerfi. Hann er óheppinn að hann klúra leiðupunni. Pétur. Finnur Kjærd. Kjærd ætlaði þristinn hana, hætti við. Fínt feik. Finnur Helga galopinn. Helgi setur hann ekki honi. Nær ekki frákastinu. Endar á Daða. Sveinbjörn, Kól, Finnur Helga, Hester til varnar. Hjalti í fadeaway hann á blokkinni. Pétur með frákastið. Dræfur á Daða, fer fram hjá honum. Og hann er blokkaður. Matti fer alla leið, fær villuna á Viðar á gólfinu, þannig að það er ekki 2 stig. Nei, engin 2 skot segi. Svona nokkuð sloppi hérna í byrjun hjá báðum liðum. 3-0 ennþá staðan fyrir Tindastól.
Kemur Matti. Hann dræfur inn teginn á Viðar með flotta vörn, Helgi með frákastið. Það vill að matta hana, já, klár. Hester með fínt layup hana eftir flott kerfi, 5-0 staðan. Þeir verður bara að afsaka tæknileg vandamál sem við erum að díla við hérna núna. Við erum að gera okkur besta til að komast yfir það þangað til. Svona, bear with us. En vonandi kemst þetta allt í lag sem fyrst. Staðan 5-0. Og Matti kemur boltan og Viðar til varnar. Hester bara fær uppkastið af Hjalta hann af. Bara grimmari, hann bara miklu grimmari. Pétur finnur Viðar í horninu og það er frýr þristur, stuttur, en Hester nær frákastinu, nýsókn. Inn á Hester, segir Martin, ája, finnur Helga, Helgi dræfar, finnur Viðar í horninu. Viðar verður að skjóta, hann setur það ekki. Hefði að taka á fyrsta tempónu. Quincy Gils Cole, þrist, stuttur. Pétur gegn finnur Helga hana í laumu. Helgi, óheppinn að ná ekki björgunum hana. Voðalega eitt og annað sem er ansi slaft hérna. Aðeins 5 stig skoruð og það eru 5 mínútur og 40 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. Og Sveinbjörn Klassen, herra missi boltan og Bortsevill leikli. Búinn að sjá nóg, hans menn ekki búinn að skora neitt. Hans aðever, en Tindastóls menn búinn að skora 5 stig. Þar er Hester með 3 og Helgi með 2. Stutt og hnitnaði leikli á Bortse. Já, eins og ég var að tala áðan, þá hefur liðið mikið breyst og þá hjá IR, við þekkjum allt Tindastóls-megin, en IR-megin þá hafa skipt erlenda leikmann, þar sem Quincy Higgins Cole sem spilaði hérna með Snæfell 2012-13 sísonið, minnir mig, við góðan orðstýr og hérna sömuleiðis aðrar 2 breytingar á íslenskum hóp IR-inga. Kristi Marinarsson meiðist í leikum á Snæfell daginn og hann er frá í 6 til 8 vikur. Mörður hann að vinna og til að klára þetta endalega þá nældi Njarðvík sér í Vilhjálm Theodór, stóran leikmann hjá IR. En hér eru allt komið í gang. Chris Kjert með frábæra hreyfingu. Klárar þetta ekki, fær villuna, nei, fær ekki villuna, og boltinn fer bara ekki onni. Kemur Matti, losna aðeins úr viðjum Viðars og finnur síðan Sveinbjörn sem að skýtur 3 stiga skot sem að er býsna víðsfjarri.
Kemur Pétur. Pétur finnur Viðar galopinn í horninu. Viðar fer alla leið. Það finnur Hester. Hann alltaf tróði yfir hana. Náði ekki. Fær villun á Cole. Er leiðin á vítalínum fyrir 2 stigum. Þetta hefur heldur betur hleypt lífi í þennan leik. Fá hana einhverju góða tróðslu. Viðar hana var fín af hvíld. Skilar flottum mínútum. Kemur annar góður varnarmaður inn á, Hannes Ingi Másson. Er væntanlega settur til höfuðs matta. Fyrra vídeó Hester fer hálfa leiðin honi og kemur síðan upp úr. Seinna víti fyrir honi. 6-0. Daði Berg kemur upp í boltan. Pétur til varnar. Matti, hann er allar að leið, já, hárrétt. Frábært dræf á Mattiasi. Og þetta er bara frábært press á IR. Sveinbjörn mættur á hárréttum tíma. Og Cole vildi hafa Vill og Helga. Langt frá því, Daði Berg brýtur að Hester til að stoppa hraðarlöflupið. Þá kemur inn á Hákon Örn Hjálmarsson. Ja, frábært kerfi, en Helgi Rafn er bara, hann er að safna sóknarfrákvæslum. Hann er að bæta statið. Fekk. Hann bara, það er eitthvað, það er lokakörfi í eininga. Vill á Cole hana, hárrétt. Þetta er líklegast önnuvillan á hann. Önnuvillan á Quincy Hengis Cole í fyrsta leikluta. Bortsi er ekki sáttur með sinn mann á bekknum. Pétur leiðin á vítalínuna, það er komið bónus. 2 víti, alltaf þegar er varnarvilla hjá Tindastól. Það sem hafði þessum leikluta. Fyrra víti á Pétri er ekki honi. Það er vel mætt í síkið sem fyrr. 3 fullar stúkur og temmilega mikið á svölunum. Seinna víti á Pétri er honi. Hákon kemur upp með boltan. Pétur vildi fá Hester hana í hjálpavörðina. Og Hannes er að stela boltanum hana, nær honum, já. Finnur Kjert var villun og Sveinbjörn setur honi. End one. Þeir á vítalínuna. 11-2. Quincy Hengis Cole. Helgi er eitthvað að komast undir skrápinu honum. Hann er núna eitthvað pirraður. Ekki fyrsti leikmaður sem að Helgi kemur í vondskap. Simmi bara komið nóg að þessu. Kjert setur víti honi, auðvitað. Kemur þessi 10 stiga mun, 12-2. Helvítis merkingarnar hann afsakaði orðbragðið. En ég gleymdi nú að taka fram á þenn, en þetta ætti að vera komið í lag. Þessi tækniörðuleikar. Vonandi náðu að komast fyrir þetta. Pétur, það er að stela boltanum á honum. Hákon stelur boltanum á honum, en það er uppkast. Kæruleysi hann í Pétri. Þetta er IR bolti. Helgi fær villa, þetta er uppsöfnu villa hana. Já, ekkert.
Helgi að segja honum að hætta að ræða. Kól fer á hann hana, fær villun aftur á Hannes núna. Martin var ekki sáttur með fyrri villuna sem Helgi, fyrst villuna sem Helgi fekk á sig. Þeir eru bara að berjast. Hárri, þeir eru bara að berjast. Fyrra víti á Kól, það er ekki á ný. Seinna vítið sömuleiðis á ný. Helgi út af smá bríðir. Ekki hætt að hann fái tvær villur eins og Kól. Þetta er bara fín pressa hjá Íringum. Þetta er villa hann á Hákon. Pétur finnur Pálma, já, Pálmi galið með þrist. Auðvitað, já, búm! Lætur ekki bjóða sig þetta tvisvar. Frábær skotmaður Pálmi. Matti finnur Sveinbjörn allar þetta leið, já, finnur Hákon í kollinu. Það er vill á Pétur, slæðir í hendina á herra Jér, Sjöfurklassen. Önnu villan á Pétur, kemur út af. Fyrra vitið er Ronny hjá Svenna. Seinna vitið sömuleiðis. Íringar pressa og pressa, þetta er bara góð pressa hjá hann. Annan Brastún. Það getur ekki alltaf virkað en þeir eru samt að ná þessu niður. Tindastóll ekki að byrja sóknina fyrir það 10 sekúndur eftir skotklukkunni. Þannig að þetta er að virka. Hannes fer í þristinn, stuttur. En það er vill á Hákon fyrir að henda Pálma hann í jörðina. Svenni er hérna í föðurhlutverki bæði við Hákon og Kól. Hefur séð þetta allt saman. Pálmi á leiðin á vítalínuna fyrir tveimur. Hún bóðunus báðum einn, þannig að Íringar eru líka ef að Tindastóllsmenn brjóta og fá þeir víti. En vítin eru alls ekki að detta hjá Tindastóllsmönnum. Langt frá því. Já, við erum örugglega bara í 50% nýtingu eða eitthvað svoleiðis. Seinna vítið, Onni hjá Pálma. Matti kemur upp bolta. Einhverju tjaldi, Pálmi til varnar. Já, villa á Björgvin. Og það er aftur á vítalínuna. Fyrra viti Onni. Seinna viti sömuleiðis. Hann heldur hérna, Hákon heldur Björgvin alveg. Villa, já, hárrétt. Villa á 1 segjar. Hjalti kemur út á, Trausti Eiríksson kemur inn á. Fyrra viti ekki á ný hjá Björgvinni. Seinna vitið ekki heldur á ný en hann nær. Fín barátta hann, óheppinn ná ekki frákastinu. En Íringar koma hérna á hraðasókn, Hákon fer alla leið. Langt frá þess að leið upp á ný. Koma hratt upp, Björgvin.
finnur Pálma. Chris Kert, galopin þrist, setur honni, já. Þegar hann finnur fjöluna, þá hann ansi hitt. Það var Cole, finnur Hester sparkar í boltan, já, hárrétt. Eitthvað voðalega pirraðan hann Quincy Hinkins Cole á íringum. Fann að kvarta í bortsi núna. Trausti, Pálmi til varnar. Hákon í horninu, erfinn þrist, setur hann ekki honni. Hannes, fínt frákast Hannesi. Vill á Hákon, fá ekkert. Helgi, galopið þrist, fer alla leið, finnur. Flott vörð hjá Svenna þarna. Feikar upp í loftið en vinnur vel tilbaka. Matti, hann runningur og hálfrétt. Pálmi búinn að standa hann alla sóknina. Hann var fastu í gólfið, hann búinn að vera svo lengi þarna. Matti hleypur hann bara niður, þetta hárrétt. Önnuvöllin á Matta, íringar, leikmenn íringa eru svona lendi í smáalegum villuvandræðum. Bæði Cole og Matti. Pálmi, þristurinn, já, auðvitað. Nú verður að dekka hann. Það verður að dekka manninn. Hákon, Matti, Cole, finnur Trausta. Hákon, hann finnur Cole. Það flott vörn hjá Pálma, stendur. Það Björgvin eitthvað voðalega liggur undir höggi hjá andstæðingum. Björgvin alveg á mörkunum að fá 8 sekúndur á sig og svo lengi yfir miðuna. Hannes í horninu, Hannes vel langur, Antonio Hester setur hann ekki honni. Óheppinn hann það. Fekk 2 skot hann til að klára þetta. Setur það ekki honni. Senni klassinn að segja Quincy Cole að róa sig hérna þegar hann lappar út af. En staðan 22-13 þegar að fyrsti leikur er búinn. Þessi leikur byrjaði ansi rólega. 5-0 eftir 5 mínútur fyrir Tindastól. En síðan hefur þetta komið til. Eins og ég var að segja áðan að Tindastólsmenn tapa síðustu 2 leikjum, ekki unnið eftir áramót. Töpum grátlega fyrir Jón Arnóri hérna fyrir 2 vikur síðan. Og síðan voru Þórsararnir sem að tóku okkur bara í bakaríð á Akureyri fyrir viku og það er ljóta nú að fara að hrista sig saman. Það var gjörsamlega hauslausir á móti Þórsurum og það bara var ekkert honni og gekk ekkert upp og allir á móti öllum. En aftur á móti önnur saga að segja íringum og Árni aðstoðarþjálfari íringar í einhverju, ég veit ekki hvað þetta var að peppa Cole, sinn mann. En íringar þeir hafa unnið 4 af síðustu 5 leikjum. Þar að unnið er frábæran sigur á Stjörnunni í síðasta leik, en síðustu umferð. Það sem Matti og Quincy Cole voru gjörsamlega framúrskarandi. Það var bara mjög einfalt. En þeir hafa ekki náð að sína sitt rétt andlit þar sem af þessum leik. Þó að Matti hafi sett alveg, hann er komið 7 stig en hann hefur þurft að hafa mikið fyrir þeim. Það er bara til að tilstilli Viðars Ágústssonar, Hannes Mássonar og Björgvins sem hafa svona verið að skipta þessu á milli sín. Quincy, hann ætlar ekki að leyfa Pálma að skjóta aftur, það er greinilegt. Það er það sem Árni hefur verið að segja um bekknum. Björgvin fer inn í miðuna, setur hann ekki honni. Hester, Björgvin er bara framkvæmdin sjálfur. Ný sókn, 14 sekundur klukkunni.
Þeir vilja fara inn á Hester, koma þeim ekki inn á Hester. Finna Pálma, já, Pálmi upp á topp. Setur hann ekki á ný. En Matti blakar hann til Trausta. Hákon kemur upp í boltan. Hákon finnur Trausta. Hann á, ásaki, hvað hann heitir. Það er vill á Hester hann. Flott dræf hjá Sigurkarli. Sigurkarl Róbert Jóhannesson. Og þetta er bara fyrsta villan Hester. Matti. Já, hann bara hendur hann til Hesters. Antonio kemur upp í boltan, finnur Hannes. Hannes aftur hann á Antonio. Hann bara fer á Trausta, einfalt. Nei. Setur hann í liðin á fjallinu sínum mér. Hákon og Björgvin. Já, mjög erfitt skot. Setur á onni, vel gert. Yfir hérna Björgvin í náðu flottu stökki hérna. Antonio á Trausta og það er villa hérna, já, klárt mál. Villa á 21. Hester á línuna fyrir 2 skotum. Fyrra vitið rakleiðis. Seinna vitið sömuleiðis. Matti kemur upp í boltan, Hannes til varnar. Fín vörn hjá Antonio, en bara betur í sókn hjá Quincy Henkins Cole. Björgvin finnur, hann heldur utanum hana Trausti, heldur utanum Antonio. Fannst hann vanda glús. Fær villu í velun. Kemur Viðar aftur inn á. Pálmi, Helgi, já, Helgi langan tvist, setur það í. Þetta er æfingarskot fyrir Helga. Gerir þetta í svefni. Viðar aftur búinn að líma sig á Matta. Quincy á Antonio, Hákon hótar skotinu hana, fær ekki Björgvin upp á honum. Sigurkarl í horninu. Setur ekki honni, Antonio með einfalt frákast, finnur Björgvin. Björgvin, hann ætlar alla leið, finnur Antonio. Hann fyrir alla leið, setur þetta honni, já. Silkimjúkur. Staðan 28-17. Helgi með flotta vörn, frábær vörn Helga. Quincy, hann veit ekki senda boltan, hann sendir hann þar. Finna Matta, það er hald á Viðar segjar hérna. Það er innkast á hliðarlínunni. Matti. Fín vörn á stólunum núna. Mjög aktífir, Björgvin, vel og Helgi liggur hann. Helgi vildi fá ruðning. Bjöggi, Antonio, Viðar. Já, og Villa, klárt mál. Nú þetta væri 2 skot. Antonio Hester var á leiðinni bara upp á körfunni. Helgi, Helgi alla leið. Það finnur Pálma frábær sending, lauma hann á Helga. Óheppinn. Tekur síðan bara frákastið. Fer síðan bara í galopið þrist. Setur hann ekki á ný. Óheppinn.
Hákon kemur boltan. Hann ætlar alla leið. Jæja, fer alla leið. Vel gert. Helgi Freyr. Antonio Hester. Jæja, krossa Svenna bara hana út úr húsi. Fær síðan villuna, leiðin á vítalínuna með 2 skot. Þeir vilja meina aftur að hann sé ekki að fara í skot. Hvernig óskapur ódómarinn fá það í gegn. En þá bara halda fram. Helgi Freyr, Pálmi. Helgi Freyr finnur Viðar í langan tvist, setur hann honi. 30-21, 6 mínútur rúmlega eftir af öðrum leikluta. Hákon, Helgi til varnar, Matti, Viðar til varnar. Viðar lengi í gegnum skrínið, Antonio les þetta bara. Mokkanum í morgun. Nú einhver dripplæfingar sem hann ræður ekki við. Finnur Viðar, Helgi fyrir langar þrið, nei, hann var búinn að feika alla upp í skotið hana. Ætla að taka gömlu Kitta Friðrik sendinguna. Bullet pass, miðuna. En Hester hefði, Helga til varna, þá hefði Hester verið með galopna tróðslu hana. Hefði hann fengið boltan. Það svona maður og mann pressa hjá stólnum. Enda með að Sven Björn Klassen þarf að koma boltan upp. Kjær til varnar, hann bara mjög einfalt Sven að fara fram hjá honum. Hester hann með frábæra vörn. Finnur Bjögga og Bjöggi fyrir alla leið og hann óheppinn. Hester nær ekki handa boltanum. Þá Quincy. Það hárrétt ruðningur. Þriðja villar og Quincy hengist kól. Og hann hendir svitabandinu sínu út af. Einhverjum dómarabókum hefði þetta verið brottrekstur út úr húsi. Það kannski á bara við þegar að hendir svitabandi andstæðing út úr húsi. En Bortsi brjálaður út í atvinnumanni sinn. Sendir Árna Eggert, aðstoðarþjálfara að tala við hann. Hann rauk hérna út og skellti hurðum. En kemur Pálmi, Bjöggi segi. Pálmi, hann ætlar alla leið, einfalt hjá Pálmi, setur ekki leið upp en Hester finnur frákastið og Viðar. Hester og Villa hana hárrétt, setur honi, tekur smá ösku. Lætur vita sér í teiknum. And one. Víti á Hester. Nei, það verður ekki honi. Chris Kjær fær galopin twist. Setur ekki honi. Pálmi fær á Villa á síðan þá væntanlega fyrir að halda utan Sveinbjörn. Kemur Matti. Hjalti. Hákon, hann Bjögga, hann búið að virka vel hjá honum og það virkar ennþá vel. Óheppinn hann maður. Kjær með frákastið. Bjöggi platar Svenna. Hester. Hann eitthvað mislaða hendur hann. Skref, hárrétt. Svenna taka boltan, nokkuð reglulega upp. Létta hans á Matta, hann alltaf pressaður allan völlinn. Ágóni finnst bara ekkert leið til dribbla. Sæþór
með galoppið þannig, nánast. Og plata Pálma. Pálmi, nei, Pálmi í ruglinu í leiðupunum þarna. Annar leiðupur sem klúðrar. Engu vandamál með þristana. Já, Hákon ennþá að dribla. Setur honi, frábælega gert. Náði svona semi-öklabrjót á Bjögga. Bjöggi dribla sig í ógöngur, finnur Viðar. Viðar finnur Hester. Hann fær frákast á rassinum. Þetta er auðvitað frákast sem hann tekur í kvöld. Ég fullyrði það. Og síðan vill á Sveinbjörn Klassen fyrir að ráðast á hann. Pálmi tekinn út af. Ósáttur með sjálfan sig. Skiljanlega erfitt að leiðilegt að klúðra leiðupum. Kemur Vegagerinn. Nei, þetta er Brandi. Skúr á gólfið. Sappi kemur inn í fyrsta skipti. Inna hjá Íringum eru Sveinbjörn Klassen að ræða við Simma dómara, Mattías nr. 8, Hákon Hjálmarsson nr. 1, Sæþór Elmar nr. 14 og Hjalti Friðriksson nr. 12. Hester fyrra víti á honum er ofan í. Kemur þessi 10 stigin. 33-23. Seinna vitið ekki honi, en Chris Kert með sóknarfrákast úr leiðupi. Viðar í langan þrist setur ekki honi. Sjálfsagt að reyna þetta. Matti krossar Hester. Burtu með þetta! Blokkar út úr húsi hana. Kveikir í síkinu. Þessi bolti var aldrei að fara honi. Íringar er að leiða upp á endalínu. Matti driblar, fær vill á Svappa. Svappi fær vill á sig. Svenni, hann fer alla leið og Hester áhöfn, næstum búinn að Kert fær vill á sig fyrir eitthvað þarna. Hald segir Simmi í tegnum. Sæþór Elmar er á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Fyrra viti honi. Seinna viti sömuleiðis. Það var allt í þessu skoti sem var rétt, fannst mér. Íringar ennþá að pressa og hún er bara svínvirka. Bjöggi, hann er að fá vill á sig. Hákon er að fara á vítalínuna fyrir 2. Martin tekur leikhlé. Ekki búið að vera samfærandi síðustu mínútur hjá Tindastól. 33-25, 2:56 eftir af öðrum leikluta. Þetta er mjög mikilvæg leikur fyrir Tindastólsmenn. Hafandi búin að tapa 2 leikjum í röð. KR búin að vinna báða en Íringar hafa splittað þeim 1-1. Þannig til að halda sér í þessari topp 3 baráttu þá er nauðsynlegt
og Tindasmenn eiga við eftir að fá Stjörnuna í heimsókn. Það verður rosalegu leikur gerir ég ráð fyrir. Hákon Hjálmarsson á línunni, 2 skot. Fyrra víti Ronny. Seinna víti Ronny sömuleiðis. Viðar hér, það ennþá pressa. Já, hún leyst svona með naumindum. Hann steig aldrei á miðlínunni eins og Borsi vill meina. Það svæðisvörn í Íringum. Bjöggi, já, hann snýr sig bara í gegn og leggur hann lauflétt ofan í. Matti Sveinbjörn fer fram hjá Chris og fær villuna á hvern? 15 segir Simmi. Hann stóð þráðbeitnum í lofti sýndist mér. En dómarinn dæmir. Þetta önnuvillana hestur. Það dreifist jafnt og þétt hjá Tindasmönnum. Það dreifist svo jafnt og þétt hjá Íringum líka nema þeir eru bara komið miklu fleiri villur. Svenni Klassan kom með 3 og Kristín góð 3. Svenni setur bæði vítin onni og kemur þessu niður í 6 stig, 35-29. Bjöggi hendur hann í fótinn og Matta. Kjört, vill á Hákon hárrétt. Það Viðar á leiðinu á vítalínuna fyrir 2 vítum, 2 skotum. Sveinbjörn kemur út af. Það er ekki hægt á að hann fái 4. villuna fyrir hálfleikinn. Daðberg kom inn á hans stað. Viðar setur fyrra víti onni. Auðvitað. Seinna vitið ekki onni í Sæþór nær frákastuna það. Hjalti. Daði dræfur inn í teig, finnur Matta í opnu leiðuppi, frábær. Já, tilvílunni kemur flétta en frábær var hún. Kjert. Snýr sig þarna. Bjöggi. Já, bara missi boltan, bara frábær vörn í hér. Matti missi boltan út af. Bjöggi inn á Antonio, það er tvöfaldan leið, þá er einhver laus, Sappi laus. Sappi fer alltaf leið og leggur hún inn í, já. Vel gert til Svari. Þeir eru að tvöfalda Antonio núna, virðist vera. Daðberg. Finnur Matta, Mattias Orra. Hann fer í óheppinn hann það. Þetta var villu, segir hann. Bjöggi með erfiða sendingu, Kjert inn á Hester. Hann átti Viðar að fara sjálfur. Mattias, Bjöggi og það er
Þetta er bolti. Sappi ekki sáttur. Það bara nei. ...36 sekúndur eftir á fyrri hálfleik, 38-31. Þetta búið að vera leikur margra mistaka. Gæðamunurinn á þessum leik og ef við segja eins og bara KR-leiknum er svakalegur. En það er ekki hægt að spila alltaf eins og bestur á kosið. Það er alltaf mistök og hitt og þetta. Og það er skarfinn skylda að Pétur er búinn að sitja á bekknum síðan í miðjan fyrsta leikluta. Hann er ekkert komið inn á með 2 villur. Martin væntanlega bara, við höfum haldið þessu 7-10 stiga forskoti. Hefur ekki séð tilgangi að vera að setja hann inn á og hætta á 3. villuna fyrir hálfleik. Þó að Pétur sé vel skynsamur að hann hefði alveg getað skert það. En nú kemur Quincy Hengis Cole og Sveinbjörn Klassen í síðustu sókn Írringa. Hjalti tekur boltan inn, finnur Cole, Svenni, Mattias á Sappa, fær villuna á Viðar. Þannig hefur bara dottið, en þetta er 3. villan á Viðar. Mattias setur bæði víti núni. Það er skipting á Viðar. Það er svona ekki svo mikil pressa hjá þeim. Það er villa á Daða Berg, hárrétt. 2 skot. Fyrra vitið ekki onni á Bjögga. Seinna vitið ekki heldur onni, en Hest er hann í baráttunni. Hann fer að fætur með Hjalta og út af síðan. Martin tekur leiksli. Hjalti er að meina að Hestur sé eitthvað að grípa yfir hann þarna í frákastinu og er ósvöldur með þetta. Ég er bara barátt í þessu. Það er einhver smá deyfið hérna yfir áhorfendur. Þó að sé vel mætt og við höfum oft séð fleiri. Stigaskor Tindastóls hefur dreifst mjög jafnt. Það er Hestur með 11, Pálmi með 7, Kjærð með 6, aðri minna. Já, í Írringum er þetta Hákon Hjálmarsson með 10 og Matti með 11, aðri minna. Það er vantilega einn sókn hjá Tindastómsmönnum. Það er baseline hjá Kjærð.
Finnur Bjögga í þrist, nær að losa hann en það er airball. Og skotklukkan rann út, það eru 3,3 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Íringar hafa nægan tíma til að komast upp völlinn og ná sæmilegu skoti. Þeir ná ekki að koma boltanum inn, Bjöggi fer inn, setur hann ekki onni, óheppinn Bjöggi hann. Ná að komast inn í sendinguna. En 38-33 í hálfleik. Við tökum okkur hlé, sjáum þessi smá.
Sigurðsson, Sveinbjörn Klassen, nr. 10, Matthías Orri, nr. 8, Daði Berg, nr. 5, Hjalti Friðriksson, nr. 12 og Quincy Hengils Cole, nr. 23, eru hjá ÍR-ingum inn á. Og það eru yngi sem byrja. Matti kemur upp með boltan, finnur Svenna. Það er Daði. Fín vörn hjá Viðari til að byrja með. Helgi lokar á Cole hann og nær boltanum á honum. Já, auðvitað. Og Hester, hann er bara að tróða þessu. Búm! Einfalt og gott. Og annar stólinn bolti á Helga. Helgi langast. Hefði Helgi komið framfyrir og hann hefði tróðið þessu líka. Setur. Kjert. Daði nær slá í boltan hana. Kjert finnur Hester. Pétur. Hann er alltaf að vera að skjóta. Hann er mjög kaldur. Hefði sett þetta í fyrra hálfleik Keflavíkinum. Þegar hann var á eldi. Eitthvað hefur gerst fyrir Helga. Eitthvað mikið. Eða hvað? Nei, hann ætlar að halda áfram. Vont tvist. Býtur Axel. Kemur Matthías. Cole. Svenni. Fín hjálp með Pétri. En Hester nær flottu frákasti. Keyrir hratt upp völlinn. Hester, já, fer alltaf leið og fær villuna að auki endvon. Hjalti vissi ekki sitt rjúkandi ráð þarna. Hester er á leiðinu á línuna, skjóta einu skoti. Staðan 42-33. Vítið onni í Hester. Matti. Hjalti, Daði Berg, finnur Matta. Hann með Viðar á sér. Hjalti hótaði skotinu. Villa á Hester. Sjá ekki hvað gerðist þarna. Mér fannst hann ekki vera að brjóta neitt en Sigmundur segir hann að slegið olnbogann á leiðinu upp. Arnar augu Sigmundar, fyrra viti á Cole, það er onni. Seinna viti sömuleiðis. Og þeir eru einhverju vandræðum að koma boltanum inn. Komur á Kjert síðan. Kjert. Finnur Viðar. Viðar á Hester. Hester á Kjert. Og hann leggur hann núna í vel gert. Þarna virkaði flott að láta boltanum ganga án drips. Viðar er ekki búinn að stela boltanum hann á miðjunni. Þarna vantaði hjálpaðurna fyrir Pétur. Bjóst við Helga eða Hester. Það kom ekki. Pétur finnur Viðar. Viðar. Pétur stillir bara upp. Viðar inn á Hester. Hester fær ruðning á sig. Simmi var svolítið lengi að ákveða sig hérna og þetta er stór dómur, fjórða villan á Hester. Hann er að leiða hann út af, finnst mér líklegt. Hjalti setur hann ekki hún í. Kjert. Það er vill á Daða Berg fyrir flott vantilega. Já, hárrétt. Langt frá því. Hesti fór út af, Pálmi Geir kemur inn á.
45-37. Pálmi og handoffið hjá Pálma og Kjert klikkaði hana en fer að Ýringi út af, þannig að til þess bolti. Kjert og Helgi með Svenna til varnar, Pétur með Hjalta. Pálmi, já, hann átti að skjóta þessu Pálmi hana. Pétur í skotið, ekki honni, Viðar með frábært frákast, fer upp og setur honni, vel gert Viðar. Flott sóknarfrákast. Leggur honni sér honni. Kominn beint í vörn á Matta. Búinn að vera í vasanum á hann allan leikinn. Matti fyrir Hjalta, Svenni í þrist, hann setur honni. Helgi tók hana íslenska glímu á Kól, hann vann þá virður. Kjert í þrist, setur honni, já! Af driblinu. Gera meira af þessu. Kól, Hjalti í svona fadeaway twist, hefði ekki þurft að gera það í fadeaway, gera það samt. Pálmi, Helgi. Erfið sending á Pétri en Helgi finnur Viðar og Viðar fer alla leið, fær villun á Hjalta og Pálmi fekk bara högg hann í öllu darradansinum kringum Engiskaði Skeiður. Þeir brosa bara á hann. Fyrra viti á Viðar honni. Seinna viti sömuleiðis. Helgi aftur reyndi sama bragð og Trausta. Trausti stóð af sér. Hann var búinn að sjá það áðan, satt á bekknum þegar hann tók þetta á Kól. Helgi næstu búinn að stela boltanum og tók fell á Borsi. En við fáum bara 2 stig frá Trausta í staðinn. Pétur, það er 8 sekúndur á Pétur. Já, hárrétt. Matti Pálmi fyrir að stíga fyrir hlaupaleiðinni hjá Matta hana. Kól, Trausti, þrist, setur hann ekki. Jó, hann lekur honni hana hjá hann. Fannst það vera skakt. Pétur keyrir hratt upp, finnur Helga. Helgi blokkar á Kól hana, blokkar í spjaldið. Svenni fer upp, leggur hann honni, leggur hann ekki honni, Daði Berg með frákasti. Kól ætlar að tróða þessu, næri ekki, leggur hann honni síðan. Kjert kemur upp, krossa Svenna hana, kemst ekki fram hjá henni þann. Helgi, Kjert, Pétur, til að byrja sóknina enn og aftur. Með 10 sekundur á klukkunni, Pétur fyrir þrist af driblinu, setur hann ekki honni. 52-47 fyrir Tindastól, 4:44 eftir að þriðja leikdag. Matti losnar, reynir að krossa hana Viðar, var samt með höndina í andlitinu. Helgi, Kjert finnur Viðar í horninu, hann hattar ekki þetta skot, beint honni! 3 stig, Viðar Ágústsson.
Daði Bergur auðveldar framfram Pétri hana. Kól í, já, stór undarlegt skot. Síðan villa á Kól fyrir að bara ryðja Pétri bara út af vellinum hana. Það fjórða villan á hann. Þá eru Hjalti og Kól komið 4 villur hjá ÍR-ingum. Byrjunarliðs stóru mennir þeirra. Borgi ætlar að leyfa Kól að spila þetta aðeins út. Flott skrín hjá Helga Rapp. Pálmi og Kjær. Helgi. Helgi dribblar síðan í ógangur og Kól lesa hann hana. Hann bara stolið af Pétri. Helgi nær honum og leggur honni. Já. Pétur stal honum bara á vasanum á honum. Fín sending á Helga sem laði hann honni. Kól brosir bara þessu eitthvað. Bara fyndið. Daði, engin skotmaður, setur hann ekki honni. Kemur Helgi með boltan upp. Já, hann ætlar alla leið. Gerir það næstu því. Hendur hann í Kól. Kól ekkert rosalega sáttur með þetta. Já, hann brosir aðeins síðan. Helgi sáttur með stúkuna núna. Erfið sending og Pétur hann og Kjert. Já, Kjert nær að losa sig. Já, stuttur. Svenni með frákastið. Kemur Hákon upp með boltan. Hann var mjög sprækur í fyrrhálfleik. Já, bara besti leikmaður í fyrrhálfleik. Svenni hann að... Ég vil fá 2 skot með hvað Hestur fekk aldrei 2 skot í fyrrhálfleik. Þá kann þetta ekki verið það. Sabbi kemur inn fyrir Helga og Sæþór Armar kemur inn fyrir Daðaberg. En já, Helgi fekk þessa villu, þetta var bara önnur villan Helga Rapp. Fín vörn hjá Pétri, já, en bara enn betri sókn hjá Matta. Tökum við hot. 2 góða skotmenn í stórmönnum, Pétur finnur Viðar. Svipum stað áðan. Óheppinn Viðar hana. Trausti í þrist. Setur hann ekki honni og það út af. Kemur Helgi Freyr inn fyrir Kjert. Já. Kemur Pétur. Helgi, Viðar. Viðar, hann ætlar að leiða, hann ekki finnur Helga Freyr. Pétur, Pálmi galopinn, já, klára þetta Pálmi. Auðvitað. Honum bara fyrir munið að setja leið upp í þessum leik, honum Pálma. Það bara einn af þessum dögum. Síðan var Svabbi dæmd á sig gömlu góðu skutluna. Pálmi bara settur á ís strax. Það komið bónus hjá báðum liðum, þannig að það 2 skot fyrir villun á Svabba. Já, bara fyrraveitu vonni hjá Sæþóri. Erfitt hjá Pétri, setur þetta ekki honni í Helgi Rafn í frákastinu. Ja, Matti enda með það. Kemur
kemur hún á Hákon sem að finnur Sæþór undir körfunni. Hann finnur Trausta sem að kemur honum upp en nær ekki skora. Pétur, Helgi Rafn, finna Helga Freyr. Það er ekki Doni. Mikil baráttu frákastið hana. Svenni og Helgi Rafn í einhverjum tímatökum og Pétur fær á sig 4. villuna. Nei, 3. villuna, fyrirgefðu. Það eru 2 skot hjá Matthíasi. Matthías Orri Sigurðarson. Fyrir það sem ekki vita er þetta bróðir Jakobs Örn Sigurðarsonar. Búinn að vera landsliðsmaður í mörg ár og spila með Sundsvall í Svíþjóð. Með Hlynni Bæringssyni og fleiri Íslendingum. Nýlendunni þar. Pétur, Helgi Freyr. Feikar allir upp í skónum hana. Finnur Svappa, þetta er voðalega erfitt hjá Tindastólsmönnum. Og þetta enda með stolnum bolti og ég er bara frábær vörn. Matti fyrir alltaf leið, fær villur á Helga. Og það er hvað sem er bónus, skiptir enga bónus hvort hann hafi verið skotið eða ekki. Hann er alltaf að fara að leiðan á vítalínuna. Það eru 50 sekúndur eftir, 57-52 staðan. Sóknarleikur Tindastóls er alls ekki til útflutnings þessu stundina. Fyrra víti á Matthíasi Róni. Seinna víti sömuleiðis. Skipting á stólnum. Viðar fær smá bríðir hana. Það er villa hann á Sæþór. Hárrétt. Það eru 2 skot. Pétur. Fyrra vitið Róni og Pétri. Einungis 3 stigum Péturs í þessu leik. Seinna vitið sömuleiðis. Það er frákastið, það er Pétur. Helgi Freyr hótar þristinum, finnur Helga Rafn. Hann fær ekki villu en klúðraði leigupunni. Hákon með eitthvað stórundurleitt hopp þannig. Það er 1 skot, síðast skot, 3. leikunda. Matti á Hannes. Hannes hefði nú ekki brot. Sveinbjörn í galopin þrist. Hann er in and out. Og það var 1,4. Þeir gefa þeim 2 sekúndur. 1.7 segir Simmi hérna við bortsi þegar leikliðið er tekið. Hann komið upp á töflu. Allt eins og að vera. Írningar er búin að minnka þetta niður í 5 stig með fyrst og fremst bara góðurum vörn. Þeir eru búin að pressa meiri hlutan leiknum sem er að valda stólunum talsverðu vandræðum og eiginlega bara svolítið miklum. Og mistökin eru ansi mörg svo sem á báða bóga en tölvöld fleiri heimamanna. En þeir hafa 1 leikhluta til að laða. Tekur Martin kannski smá áhættu með að setja Hester inn í síðustu sóknina.
Hestir með 4 villur. Svenni, hann er ágætur skoti, setur það ekki honni. Það voru bara 2 stig en fínt skot. Samt sem áður. Já, Hester var komin á gott skrið með 6 stig þegar hann fær 4. villuna fyrir ruðning sem að svona lægðist misjafnlega í mannskipun. Og það sem kannski er áhugaverðast í þessu er að Pétur er einhvers komið 3 stig þar sem af er leiknum og hefur oft spilað betur. Það verður bara að segja sem er. Þá er þetta alltaf að fara í gang aftur. Bjöggi komin inn á hjá Tindasól. Það er Matthías og Svenni, Trausti, Kól og Hákon hjá Ýringum. Pétur með Traust á sig, hann er töluvert sneggri. Ja, Arnaldur Helgi bara láta boltan fara. Erfiða sendingu. Helgi með flottan tvist. Stuttur hana. Pétur endar með boltan síðan. Helgi, já, með laumuna þetta yfir hausinn maður. Lauma með vinstri. Frábærlega gert hjá Helga Frey. Matti. Og Trausti. Hákon hótar skotinu. Svenni skot. Kól hann að einhverju vesinni. Bara blokkar að Bjögga. Það er bara skotklukkan er búinn að hárrétt. Það villa hana. Já, villa á Trausta hana. Bjöggi dræfaði inn í. Bjöggi óheppinn stel ekki boltan hana. Matti tekur Hannes á fyrsta skrefinu. Þristir hann. Fær 2 skot. Hann var kominn hreyfinguna. Já. Kól finnst bara fyndið að vera að tapa. Kemur hérna á bekkinn hlæjandi. Fyrravíti á Matta og Róni. Seinnavíti sömuleiðis. Ýringar halda áfram að pressa. Og það er skelfileg sending á Pétri. Og Matthías kemur upp boltan eftir finnur Kól á Trausta. Flott völd Helga. Þetta var aldrei að fara á Róni. Helgi stóð þráðbeint upp í loftið. Hannes, já, feikar Hákonum í loftið fyrir áheppinn Hannes hana.
setja þetta honni í. Matthías driblar hana fram, þarf að fara tilbaka. Cole í þrist, setur hann honni, já. Víkingarnir í 2 stig, 61-59. Helgi Freyr, erfiðan þrist, erfiðan fyrir marga en ekki Helga Freyr, hann er bara ekki að finna skotið sitt þessa dagana. Hester kemur inn á fyrir Helga, nei, Helga Rafn, já. Svenni, Hákon. Hester með flotta vörn, þráðbeitum loftið. Helgi Freyr nær síðan frákastinu, Pétur. Núna er Helgi Freyr. Búm! Já, hanna! Stilti miðið af í síðasta. Fyrsta skotið á þessa körfu og svona. Gefur hún ekki 2 frískot, það er bara hanni. Hákon eitthvað að reyna á villu hana. Engin vill á þetta. Pétur með frábæra vörn, Cole í einhverju vesinni. Lendir illa, virðist vera. Villa á Trausta hana. Lítur nú ekki vel út. Já, hann er alltaf ekkert á honum. Hristir allan höndina, þannig að hann er ekki mikið brotinn. Hann vill ekki fara út af. Hann veit alls ekki fyrir út á og segir við Borsi að hann sé allt í góðu lagi með næstu 7 mínúturnar. Þá var hann að tala um leiklukkuna. Bjöggi dræfar á Cole. Finna Hannes. Pétur. Hannes. Bjöggi. Helgi Freyr aftur á sama stað. Stuttur hana, Helgi. Hannes til varnar. Með erfiða sendingu, kasta bara í fótuna Helga, það má alveg. Má ekki. Helgi með reyndi sendingun Antonio. Hester, Cole slæður hann út af. Hann er ennþá að brasa með höndina á sér eitthvað. Helgi, Bjöggi. Og Helgi aftur í þrist. Hann er hann. Hann er stuttur aftur. Matthías. Svenni, Cole. Matti finnur Trausta, Cole í þristinn. Setur hann aftur honni. Já. Það hittna hérna í seinni hálfleik, eða fjórðarleik. Það fyrir inn á Hester. Það er tvöfaldað enn og aftur. Pétur aftur inn á hann er komið með mjög djúpa stöðu. Og Bjöggi, það fær villun á Hákon hana. Hannes kemur út á fyrir Chris Gerd. Allt skotmenn, fínir skotmenn inn á. Allir sem geta skotið þrista, þannig að það ætti að rýmka vel fyrir Hester inn í teig. Þeir ætla ekkert að fara inn í teig. Chris Gerd í mjög erfiða. Hester nær frákastinu, sterkt frákast. Helgi Freyr, aðeins svo seinn Helgi þarna. Setur sér skotið. Enn er sóknarleikur Tindastóls ansi slappur. Svo ekki sem er að sagt. Matthías kemur upp boltan. Svenni galopinn í horninu, setur hann ekki honni. Hákon nær frákastinu. Helgi nær honni síðan.
Bjöggi kemur upp með boltan. Galopin Helgi. Hann setur hann bara ekki honni, en Kjerd með flott framgöngu og krosslæg á Hester. Aðeins vonandi lifnar Síki aðeins við og sóknarleikur skólana í kjölfarið. Og ansi dauft. Svenni finnur Trausta sem að snýr sér í hring þarna í teiknum. Virðist ekki hafa skrifað, allan ekki saman með dómarunum. Bjöggi inn á Hester, það er tvöföldun og Helgi Freyr enn og aftur í þrist. Þarna er það Helgi! Skotæfing fyrir Helga. Það fer alltaf onni í endanum hjá hann. Bjöggi stelur hann dómari fyrir, Bjöggi er að tróða þessu. Misti skrefið þarna. Fínt layup. Kemur þessu upp í 7 stig. Gortset tekur strax leikli. Stoppa þetta álaup. 71-64. 3:48 eftir að fjórða leikluta. Þetta hefur aðeins, Cole hefur aðeins tekið við sér eftir að hafa verið með einhver 3-4 stig í hálfleik. Það var komið 14 stig, það sem var þessum leikluta. Mattias er komið 19. Já, okkar mönnuð þá er Hester komið 18 stig. Kjerd ennþá með 11 frá því fyrra hálfleik. Helgi Freyr komið 10 og Viðar með 10. Nú kemur Hákon upp með boltan. Mattias Orri Sigurðsson er búinn að spila alla leiki fyrir IR. Hefur ekki fengið eina mínútu í kvild. Hann fer alla leið, mjög erfitt skot. Brjálar að fá ekki villu þarna. Hester, hann fer alla leið. Treður þessu maður, já! Þriðja tróðslan hjá honum. Þvílíkur sprengikraftur í mannum. Mattias, stólið næsti á Bjögg. Pétur næsti búinn að stela honum. Hákon í erfiðan frist en setur hann onni. Bjögg alveg í andlitinu hana. Kemur svona í 6 stig aftur. Pétur og Helga Frey. Hester. Og það er engin villa. Dómarinn segir að Cole hafi staðið bara kjur. Og hann stígur út af Mattias. Þannig að það er tiðnsbolti, frábær vörn hjá Pétur og Helga Frey. Kemur upp boltan. Mattias. Fín. Svenni fer alltaf leið. Það er villa á Helga Freyr. Hann fær continuationið á playið og setur á onni. Þannig að hann fær 2 stig onni og vítaauki. Það sem villan vera ansi snemma fyrir það. Simmi var með þetta allt á hreinu.
Klassen herra IR á línunni, getur minnkað þetta niður í 3 stig og auðvitað gera hann það. Kemur Pétur, tekur boltan upp. Fyrsta sem hann átti ekki að gera. Kjerd finnur Hester, hann setur hann honni, Endon! Auðvitað, þetta er hans tegur. Það er 1 skot fyrir Hester. Hester setur ekki honni í. Vantaði einn í frákasti hana. Mattias. Trausti með Helga. Finnur engan, finnur bara Hester. Hester næstu búinn að missa boltinn en Pétur nær honum, leggur honni. Já. Það er aftur leikli á Bortje Ilijevski, þjálfari IR. 7 stiga munur, 77-70. IR-ingar eru brjálaði vildu fá villu hana í sókninni hjá sér á undan. Martin að eyða leikliðunni í einhverju villu vandræði. Ekki vandræði. Hvað, leikmennin sínir eru með marga villur. Já, hann var að velta fyrir sem er bónusum vantanlega. Það er 1:40 eftir, 7 stiga unnur. Já, þá er þetta komið. Allt að byrja. Svenni Klassen. Stappa stálunni sína menn. Fyrir lið með meiru. Sömu lið sem kom inn á hjá báðum liðum. Þetta eru lið sem að klára leikinn að því gefna enginn villi sig út, fái 50 villuna. Hákon á Mattias dræfar, engin villa, allir stóðu grafkjörur. Bjöggi kemur boltan yfir, Helgi Freyr skynsamur, róar þetta. Það vinnur tíminn með Tindastólsmönnum. Bjöggi leggur hann honni, já! Júrosteppið hann inn í teig. Hákon finnur Svenna, Quincy Hengils. Cole tekur eitthvað jabstep hana. Mattias finnur Trausta og það er villa á hvern? Villa á Pétur. Engin bónus, þannig að það er bara það er 3 stig hjá Cole. Bjöggi, Pétur, finna Bjögg aftur. Kjerd í þrist, setur ekki honni en Bjöggi, áhefinn hana. Martin er brjálar út af þessari þriggjastaða tilraun hjá Chris Kjerd. Tíminn alltaf vinnur með Tindastólsmönnum, við erum 60 yfir. 44 sekundur eftir af leikflokkurinn. Mattias dribbla einu sem tók til hlut, Hákon. Cole aftur í þrist, frábær vörn, floppar hana vægast sagt. Hákon nær frákastinu og fær villu á Pétur. Hákon á leiðan á línuna fyrir einu skoti, getur minnkað þenni í 3 stig, 79-75 er staðan eins og núna, 31 sekúndur eftir.
ákvæðan fyrir honni. Pétur, Bjöggi. Pétur, finnur Hester. Erfið sendingu Hester, Bjöggi. Pétur. Það eru 4 sekúndur á milli leikklukku og skotklukku. Helgi Freyr langan þrist, setur honni! Klárar hann leik! Helgi Freyr Margeirsson, 82-76. Matti spólar sig í gegn, setur hann honni 5 sekúndur eftir. Það er brotið. Klárum þetta svona. Það er ekki komið bónus. Þannig að það er bara aftur innkast. Getur náð svona hálfri sekúndu. Pétur nær að dribla þetta út. Búinn leikur, 4 stiga sigur og 2 skot. Leikurinn er búinn, Pétur getur bara sett 2 víti til að gera þetta 6 stiga sigri í staðinn fyrir 2 stiga sigri. Allir út úr tauknum. Leikurinn búinn, hárrétt. Fyrir að við Dóni og Pétri. Seinna veitir sömuleiðis. 84-78 lokatölur hérna. Síkin og Sauðárkróki. Sumir myndi segja skildisigur hjá Tindastól og ÍR-ingum, en þeir voru á góðu rönni þegar þeir komu hérna inn. Sýndu það að þeir eru fullt tré við topplegin 3 sem eru þar eins og staðin er í dag. Ég veit ekki myndi að hinna leikinn fóru, en ég heiti Guðlaugur Skúlason og fyrir hönd Tindastóls TV þakka ég bara fyrir áhorfið og fólk í kvöld. Segi takk fyrir mig.